Með ykkur hérna á þessum mánudegi. Hann ekki með mér í dag, hann Björn Bragi. Hann staddur í Köpen að taka upp þáttinn Týnda kynslóðin. En ég fengið mikinn meistari í hans stað. Þetta hann Sóli Hólm, grínisti, vertu velkominn. Takkaði kærlega fyrir. Og það er sannur heiður að fá þig. Og við erum með tímamóta viðtal hérna eftir. Það verður að viðurkennast. Því að þú ert eftirherma og tekur Herbert Guðmundsson mjög vel. Já, þakkaðir. Já, og hann ætlar einmitt að koma í spjall á eftir. Þannig að við gætum fengið fyrsta sinn á FM 957 Herbert Guðmundsson að tala við Herbert Guðmundsson. Já, og verið síðan krifjan svolítið. Já. Ég ætla að þjarma að honum. Já. Herbert þjarmar að Herberti. Já, en þú varst hann er ekkert feimið við það að láta þið taka herma eftir sér það. Eiginlega bara, þú veist, hann mætti alveg vera feimnari, sko. Já, ok, þannig að hann fílaði að hann fyrir ekkert. Hann elskar það. Já, ok. Hann er líka, þetta bara, þú veist, svona menn sem eru svona, þú veist, öryggi með sig og flottir á því eins og hann. Já. Þú veist, þeir hlæja bara þegar einhver vitlýsingur út í bæi þykist geta hent eftir þeim, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að ég hitti til dæmis einu sinni í sporthúsinu. Það sem að það voru einhverjir allsbyrri gaurar, við vorum inn í klefa, sko, að koma fótbolta. Já. Og ég kom hana úr sturtunni, kviknakin, þá bara, þú veist, hjólaði hann í mig. Þómundur, henda eftir mér þóngáðina. Og ég þurfti bara að standa þarna allsbyr og herma eftir honum fyrir framan einhverja gauri sem þekkti ekki neitt. Já, hann er mjög opinn með þetta. Hann er mjög opinn með þetta, þetta er bara fagmaður í fingur koma. Já, Herbert Guðmundsson er snillingur og hann spurði með hann hvort ég var eitthvað að stríða sér af því að hann er náttúrulega ekki spilaður á FM og ég sagði bara við hann, þetta er sko FM 95 blöð og ég spila bara þau lög sem ég vill spila. Já, akkurat. Ég reyndi að segja það grjótharður hérna inni en svo fæ ég einhverja skammir. Og hann ætlar að koma með nýja diskinn sinn, þannig að við fáum eitthvað guttsétt lag af honum. Algjörlega. Já. Þannig að það er í dag ásamt því að við verðum með netnauðgunna eins og ég og Björn Bragi vorum með daginn og það er Vala Granda þessu sinni. Já, það er gaman að nauðga henni. Já, það er þetta mann netnauðga henni og hún hefur ég ætla að koma betri inn á eftir, hún oft verið líflegri á fésinu, ég var að skoða þetta ég er náttúrulega búin að vera vinur henni á Facebook í smá tíma og þetta gengur allt út á sama, við komum betri inn á það hér á eftir, en það hefur tekið eftir, hún hefur ekkert verið það mikið í fjölmiðlu núna á Vala. Nei, ég held að sé bara, þú veist, það er mjög góð skýring við því sem við komumst að eftir. Já, nákvæmlega. Það er bara ástin. Já, það er ástin og Facebooki hennar logar af ást, það er ekkert mikið flóknar að það er líka sennilega eina sem gæti komið fólki úr fjölmiðlum sem hefur gaman athygli, það er ástin. Það er ástin, já. Hún frelsar. Já, hún frelsar fólk og þannig að netnauðgunin, hún verður á sínu stað, svo erum við með, mánudagsdjammið, hvar er djammið á mánudögum og ég lendi á einni sem var ekkert svo allt og hress, þannig að það er skemmtilegt símtal hér á eftir og svo erum við líka með, stutt at á Ungfrú Íslands og eitthvað sem nefnt, þannig að það er, þéttur þáttur hjá FM 95 blöð í dag og verður þetta ekki bara fjör, svo er náttúrulega hressa innkoman hjá þér á eftir. Já, ég hlakka mikið til. Já. Mikið til. Þú getur æftið þess núna. Já. Ég hef ekki að hafa hana bara næst. Jú, ég ætla að spila núna hins vegar rólegt og fallegt lag fyrir ykkur sem eru á leiðinni heim í þessu skamdegi. Lagið heitir Video Games með Lana Del Rey. Já, ljúfir og fallegir tónar hérna í FM 95 blöð á þessum mánudegi. Gestastjórnandi þáttarins að þessu sinni er Sóli Hólm, þar sem Björn Bragi staddur í Köpen og það er komið að hressu innkominni. Það er sem sagt, það átt að taka eins mikla FM innkomið og getur, Sóli. Já. Og þú þarft það sem er erfitt við þetta, er að þú ert að tala í mínútu. Já. Það hefur aðeins að vafist fyrir fólki. Já. Og þú mátt segja í rauninni hvað sem er, en þú átt að velja sem sagt núna áður en að ég set tíman af stað. Þá átt að velja hvaða lag viltu fá til að kynna einn svona í lokin. Já, það verður aldrei spurning. Ok. Það er Criminal með Britney Spears. Criminal með Britney Spears. Já, ég held að sé. Það er mjög sterkt að geta aðeins tekið smá Britney kapla í lokin. Ertu Britney aðdáandi? Já, ég held ég geti alveg sagt það, já. Já, skammast þín ekkert fyrir það? Já, nei. Ég fylgdi henni svona því gegnum súrt og sætt. Já. Hún er búin að upplifa mikið greistelpana. Ég fer yfir það í hresukynningunum mínu. Ok, ég sé að þú ert að koma þér í stellingar, ég ætla að fara hérna í síman og hafa tæmirinn stiltan. Já. Herðu, þá er bara eftir tilbúina. Já. Þá setjum ég þetta stað, 1, 2 og byrja. Já, þetta var hún Lana Del Rey með þetta frábæra lag Video Games. Hún klikkar ekki frekar en fyrir daginn, en nú er klukkan orðin hvorki meirinni minna en 10 mínútur yfir 4 og fólk væntanlega farið að drífa sig heim úr vinnunni. Umferðin væntanlega farin að þyngjast. Mjög gaman, eða ekki. En veðri, hvað er málið með þetta veður, maður? Maður er búin að bíða eftir því að veturinn sé að koma. Maður klæði sig í úlpuna. Á nei, sviti, hiti, allt og mikið. Djöfisins og rugl, maður.
Nei, hann má ekki blóta í útvarpi, maður. Fyrirgeðu mamma, fyrirgeðu pappi. En við erum heldur betur í gjafastuði í dag, maður. Það eldhúspartí núna eftir nokkra daga og þá er frábært line-up. Við erum að tala Múkisson, MC Gauta, Diktu og rapparann Immo sem verður sérstakur gestur og það náttúrulega, það vil enginn missa því. Og svo náttúrulega sem ennþá betra, við erum að gefa miða á heimsfossíningu og Twilight. Erum við að tala eitthvað annað eða? Nei, ég hræddur ekki. Og hvað málið með hana gaur, hana Robert Pattinson? Einhver gælla sem ekki að missa sigurunum? Getið þið sagt mér það? Bentu mér á hana og ég ætla að hringja í hana og sýna henni gæðin, því þá hefur hún ekki séð hann. En núna er verið að styttast í að við hlustum á lag með Britney Spears sem heldur betur búin að fara yfir og undir radarinn, maður. Hvað í gangi með þessa gælu, maður? Hún búin að snóða sig, hún búin að safna hári, hún búin að fara í hárlengingu og ég veit ekki hvað og hvað. En nú hún komið með ógeðslega flott lag sem heitir Criminal og flautukaflinn í lokin náttúrulega bara eitthvað flottasta sem ég hef heyrt síðan að Hljómar voru að hitu. Þetta var stórkostlegt. Ég var að gefa það, herri, þú varst með því í mínútu og 15 sekúndur. Þetta var létt fyrir þig. 957, Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Í hverri viku fáum við íslenska tónlistamenn til að koma og taka lag eftir aðra íslenska tónlistamenn. Hvaða lag verður tekið í næstu viku? Fylgstu með í beinni á FM í hverri viku. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Þá er komið að því. Eldhúspartí FM 957 er að hefjast að 9 í samstarfi við Carlsberg og Símann. En partíin verða haldin á Klumbar þetta árið. Fyrsta kvöldið verður næsta fimmtudag. Framkoma Múkisson, Dikta, MC Gauti og Ingo. Sérstakur gestur verður rapparinn Immo. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Klumbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. FM 957 og Sambíóin ætla að bjóða þér að vera með þeim fyrstu í heiminum til að sjá myndina Twilight Breaking Dawn. Við erum að tala sérstaka FM heimsforsynningu sem verður miðvikudaginn 16. nóvember klukkan 20 í Sambíónum Egilshöll eða 2 dögum á undan heimsfrumsýningu á myndinni. Ekki missa af fyrirpartinum á endalokum þessara mögnuðu Twilight-seríu. Hlusta á FM 957 og komdu með okkur í bíó. Sambíóin og FM 957. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Nú er tónlistartímaritið Pop komið á Vísi. Fjölbreytt umfjöllun tónlist, rockprófið tekið og nýjar plötur kynntar. Brostinn strengur Leiló sem tekur 3 lög í popskúrnum. Fylgstu með poppinu á Vísi. Segðu engum frá, en nú er Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakossunum. 2350 milljónir? Það er vel á 3. milljarð. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Langar þig í bananasplitt? Ísbúðin, háletisbrönd. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Ég verði að viðurkenna, þetta er sannlega eitt flottasta lagið á stöðunni í dag. Þetta er lagið Somebody I Used to Know og þetta er, þetta minnir mér ósláð stingandi við laginu, heyrðu það? Já, þetta er svona sting eftir herma. Já, þetta er samt ekki hann. Nei. Þetta er bara einhver mikill aðdándans. Já. Herðu, það ég verð að segja þetta, síminn stoppar ekki og ég hef ekki lent í annar eins geðveiki út af neinu held ég að því að við erum að gefa einhverja miða hérna á FM á einhverja Twilight forsýningu, veistu hvað myndir þetta eru? Já, heldur betur. Já, vampíru, eitthvað úlfar og eitthvað svona rugl. Og það er verið að senda mér bara tölvupóst á nóttinni og þetta, ég hef aldrei vita, liðið hérna á Íslandi er að truflast yfir. Já. Ég vissi ekki að það væri svona mikil geðveiki í gangi, Já, það var einhver stelpa sem hótaði að drepa Heiðar Austmann. Já, ef ég myndi ekki gefa henni miða, heyrði ég, þannig að... Ég geti verið að byggja einhverja svoralega hluti fyrir þess að miða, ekki það að sé einhver í því hérna á stöðinni, en svo mikil er geðveikin. Já, þú gætir það, þú gætir, þetta er bara, þú getur fengið mikið fyrir þetta, held ég. Þetta er líka þessi náungi, hann
Robert Pattinson, eins og ég kom nú inn á hérna reissikynningun á hann, þetta ekkert grín, það rosalegu salur fyrir honum. Já. Og ég held að þetta sé bara, hefur ekki verið svona held ég bara síðan John Travolta birtist í Saturday Night Fever. Já, þetta kyntákn þessi drengur, en svo finnst mér hingaurin sem breytist í Úl sem var hlaupandi síðustu mynd bera ofan alla myndina, það eitthvað off við hann. Já, ég veit það. Mér veist hann ekki, hann gerir ekkert fyrir mig. Ekki neitt. Nei. Alveg ekki neitt og herru, svo líka, var hún svona rosalega heitt. Ég sagði þetta eitthvað til mann, sko, ég man ekki hver ég var, þá sagði ég, herru, já, hvað gat gaurinn ekki verið í bara úlpuð eitthvað í myndinni, býr hann eitthvað smábæ? Nei, hann úlfur. Veist sko, úlfum heitt. Ég bara, ok, stórkostlegt. Já, hann náttúrulega ekki úlfur. Nei. Hann strákur. Já. Hann reyndar sko, hann í hrikalega fínu formi, ég má eiga það. En það sýnir bara það að... Það nettur gils í honum, hann þarf að sýna öllu það. Já, einmitt. Það svona ákveðin svona þörf hjá mönnum hjá okkur sem erum í þessu formi. Já. Við viljum stundum vera að sýna það. Já. En hinn einhvern veginn, Pattinson að keyra þetta meira á einhverjum sjarma sem ekki þetta að útskýra. Nei. Og ég Ertu búin að sjá þessa myndir eða? Já, sko, kona mín náttúrulega ein af þessum, þetta nefnilega, hann nær til allra aldurshópa, sko. Já. Ég á 28 ára gamla konu. Já. Og hún alveg, finnst hann æðislegur. Já, hún að tvíklikka bara... Já, ég veit ekki hvað í gangi, en hún mjög hrifin að honum. Já. En þannig að ég svona reynda, ég ekki missa mig úr þessum myndum, alls ekki. En búin að sjá það samt? Búin að sjá þær, já. Allar, nema þessa. Þú getur kíkt á þessa? Já. En þið þurfuð ekki að hringja alveg strax, þegar við ætlum ekki að gefa miða fyrir eftir 5. Já. Þá ætlum við að eiga það eins inni, þannig að fyrir ykkur sem eru að hringja hérna núna, þið getur beðið aðeins með það, að reyna að vinna þess að Twilight með það. Já. En ég hef búin að vera að spá í við tekkum oft hvað að gerast á mánudum á jamminu og ég hringdi á stað á hann og ég varð fyrir miklum pirring og ekki að spila eitt dúndurlag svo fá að heyra það símtal. Jú, algjörlega. Það var sko orðan þannig, kona sem að svaraði á staðinu sem ég var að hringi þetta var ekkert svona fyrsta símtalið sem hann fær frá manni sem aðeins búin að fá sér í tána á mánudegi. Nei, þetta nefnilega að sýni hvað þetta skiptir miklu máli. Ég var að labba á Laugaveginum daginn á mánudegi, það var ekki búið að opna Monte Carlo og það var náungi grátandi fyrir utan. Ok, við skulum fá gott lag hérna. Alltaf gerast á FM 95 Blöð, þetta voru félagarnir Kanye West og Jay-Z með virkilega skemmtilegt lag sem heitir Why I Love You. Það styttist í gest þáttarins að þessu sinni sem kóngurinn og snillingurinn Herbert Guðmundsson. Já, og vaxtaréttarfrumurinn líka. Já, hann rétt og kominn. Við ætlum að taka skemmtilegt spjall við hann og þar sem við meðal annars fáum að heyra Herbert Guðmundsson tala við Herbert Guðmundsson. Já. Því að Sóli, þú ert búin að stúdera hvernig hann talar þessi maður. Já, ég rembist. Já. Rembist í það. Hvað þegar þú ert að búa til svona eftirhermur? Getur þú tekið hvern sem eða þarf það að vinna í... Nei, það eru bara svona... Þú veist, fólk þarf að hafa eitthvað uník við sig, við röddina og svo náttúrulega þarf ég mínu elementur að ná þessu og þetta kemur allt, annarkot kemur þetta ekki. Þetta kemur strax, sko, það engin sem nærið ekki og þú æfið bara allt í nærðunum. Nei, ok. Þetta bara annarkot þegar. En finnur að þú heyrir eitthvað til dæmis að tala bara, yes, ég veit ég mun á honum. Já, okay. Það er þannig. Þannig þú ert ofta að bíða eftir svona nýjum celebum sem eru með eitthvað svona skrýtna rödd. Akkurat, en herðu, við töluðum áðan mánudagstjami. Sko síðasta mánudag þá hringdi ég í Londromat og þóttist vera að leita mér að einhverju svona skralli og það var ekkert allt og mikið að vera þar. Nei, það eru konur bara ekki á brjóst og eitthvað. Já, þannig ég vildi svona tekka á öðrum stað sem ég held að yrði nú kannski svona aðeins vinsælli á mánudegi. Já. En eins og ég sagði það var svona eins og þessi pía sem var að vinna þarna, hún hefur fengið þessi símtöl áður held ég. Skulum bara fá að heyra þegar ég tekka á mánudagsjamminu fyrir dag. Monaco. Já, góð daginn. Góð dag. Opið hjá ykkur? Já, það opið. Er góð mæting? Hæ? Er eitthvað mæting? Já, svona eitthvað fólki hérna. Ok. Er verið að södra bjór eitthvað? Eru menn eitthvað að södra? Jú, svona eins og gengur að gerast bara. Já, eitthvað sem ég þekki eða? Ég veit ekki, hverju þekkir þú? Kitti Sleggir, hann mætur? Nei. En Lalli Gormur? Ég vil ekki bara tjekka á því, koma og sjá hverju þið eru hérna. Já, ég er svo nývaknar, ég er að reyna að rífa mig hérna á fætur. Já. Hvenær er lokað í kvöld? 1 og rífandi stemming fram að því? Ég veit það ekki. Hvað eru margir núna? Ég má ekki vera að þessu. Hvað eru margir núna? Ég má ekki alveg vera að þessu. Nei, ég hef annað að gera en að blæra í síman. Getur þú sagt mig hvað eru margir? Monaco. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að það eru margir mættir hjá okkur. Þú bara kemur á barinn til að tjekka á hvort það sé fólk hérna. Já, getur ekki sagt mig hvort það séu margir komni? Það eru,
ég var að segja þér áðan, það er svona eitthvað af fólki hérna. Ok. Ok. Og hérna, og hvað, eru þau eitthvað faraldsfæti eða á maður að kíkja? Heyrðu, heldur ég sé að spyrja viðskiptavinnina hvort þið sé að fara? Nei, sérðu það ekki á þeim eða? Monaco? Já, er ég eitthvað dónalegur? Heyrðu, ég er að bíða eftir að eigandinn hringi hérna í mig, ég er að bíða eftir símtali, ég get ekki hangið í símanum og verið að tilkynna þér hverju eru hérna á partnum. Ég er alls ekki að reyna að vera dónalegur, ég lofa því. Já, ég er búinn að segja, það er eitthvað af fólki hérna og situr hér og fær sér bjór í rólegheitum. Og reytingur? Já, það er reytingur. Já, ok. Þú kíkir bara ef þú vilt. Já, og þér sýnist fólki ekkert að fara? Ég veit ekkert það. Eru meir en 10? Fólk, eru þið að fara? Það gæti hugsast þau sé að fara. Ok, fær þú þá eitt bjór með mér ekki? Þetta er ekki? Nei. Ok, heldur það sé fleiri en 10? Núna? Nei. Fleiri en 5? Já, eitthvað svo leys. Ok. Já. Þá geng ég. Herðu? Halló? Já? Hvernig er best að komast í þann og Breiðholtinu niður eftir? Það er bara strætó maður. Hvaða leið? Ég hef ekki hugmyndu það, ég tek aldrei strætó. Herðu, ég er að bíða eftir að eigandur hringi, ég má ekki vera að því að hanga á sinni símanum. Ég byrði að afsaka en ég verði að leggja á því. Hvað kostar leigubíl? Ég veit það ekki, bless. 2.000 skall? 2.000 skall? Herri, já, það lauk þessu símtali. Hún var nú, kurteis og skemmtileg. Já, þetta er mjög góðu starfskraftur, myndi ég segja. Já, en eina bara, hún var að bíða eftir, ég skil hana vel. Já, ég líka. Hún var að bíða eftir símtali frá eigandunum og ég var endalaust að böggana og það var ekki eins og spilað öll símtali þegar ég syngdi, sko. Nei. Ég var endalaust að leggja í henni. Já, einmitt. Þannig að allavega, það voru einhverju komni þarna, þannig að fyrir þá sem ætla kannski að fá sér bjór og þá að gera að taka bara hérna neðalega á laugaveginum. Það eru fleiri mættir núna, ég get lofaði því. Já, það er líka oft þægilegt, sko, þetta er einn af þessum fáu stöðum sem að nær þessari góðu dönsku London menningu þar sem að menn fara að fá sig kannski 1-2 eftir vinnu. Já, svo veist mér líka bara tónlistin þetta mjög fín. Já, og svo er líka ógeðslega þægilegt. Ef þú ert til dæmis á mánudegi, það er eitthvað smá líf í þér, veist ekkert hvað þetta gera, þá getur þú bara snúið við og kíkt í kassan. Já, akkurat. Akkur ekki að taka smá lobster mania svona í mánudagsningunni. Ég segi það. Já. Herðu, Herbert Guðmundsson er að labba hérna í hús, þannig að við ætlum að tala við hann eftir smá stundum. Við skulum fyrst fá, uppáhaldslægið hans Sóla, hann bað sérstaklega þetta lag. Í þessu lagi eru, 5 ungi drengir að rempast við það að vera tónlistamenn en hins vegar er komin í setti til okkar maður sem er, orðin legend í íslenskir tónlist. Þetta er snillingurinn og einn af mínum uppáhalds, Herbert Guðmundsson, verður velkominn. Takk fyrir og bara gaman að vera hjá okkur. Hvað segir kallinn? Vistu, aldrei verið betri maður. Já, það er endur oft þannig, oftast er í hittið heppi, þá hefur aldrei verið betri. Þú ert svona einn af þessum lífsglöðu gaurum. Þú verður betri bara með hverjum degi. Þetta er svo yndislegt líf. Já. Ég er svo þakkláttur. Já, það er líka bara, það skýn ekki. Hann hefur oft tekið fram hérna að gera grín af mér. Já, við vorum með þetta að ræða það. Það fyrir ekkert í töðar að gera grín af þér. Nei, það er bara að sýna mann það er eitthvað spunnið í mann. Algjörlega, það er það sem ég er að segja á hann. Já, það er bara þannig. En þú ert hérna, náttúrulega bara á hápunkti í þínu lífi eins og þú ert komið fram. Já, ég myndi ekki vilja telja annað vegna þess að ég náttúrulega var ekki direkt í gamla daga. Nei. Nú er ég búinn að vera í 2 ár með engaþjálfara. Já, í gimminu? Já, sem rekum mig áfram. Já, það er líka allt annað að sjá þig. Já, og sem hringir í mig, sko, hvað borðar þær í millimál? Já, nei, það átti ekki að vera svoleiðis, það er fiskur í kvöld. Já, ok, Garðar minn, fyrirgefðu. Þannig að hann lemið áfram í gimminu? Já, enda segir hann, sko, hann fær borga fyrir þetta. Já, nákvæmlega, þetta er hans vinna. Já. Þú þakkar hann fyrir þegar þú lítur í speilin. Nákvæmlega. Og kemur á sturtunni. Þetta er bara, maður trúur sig ekki. Nei. Í alvöru, hvað þetta er að gera, maður tekur sig á í mataræði og svo náttúrulega brennivín og dóp, þetta er allt farið, skiljið. Já, það er náttúrulega... Það getur spilað inn í líka. Frelsið óöðlega. Já. Er ekki mikilvægast að vera lausið það? Helvítis eindrið. Jó, þetta er náttúrulega, hjá mér var þetta svona hægt og sígandi. Já. Og jú, það eru bráðum 5 ár. 5 ár, er þér illa að ræða? Má ég spyrja, var þetta daglega hjá þér? Þarna í restina var það orðið það, já. Þá var þetta orðið svona dagneysla. Áður hún náði botninum? Já, það var 1 kaldur og 1 jóna og 2 kókaínlínur. Já, ok. Það er bara rockstar lífstíl. Og þetta er dýr lífstíl. Já. Ég ekki dúið ímynda með það. Og þetta er svona 500.000 á mánuði lágmark. Já, bara í ruglið. Já. Og þið finnst allt í lagi, sko. Maður verður svo rosalega veruleikafirrtur. Já, það er máli. Afneitunin algjör, sko. Já. En sem betur fyrir einhvern veginn, þá bara einn góðan veginn, bara vaknaði ég, sagði bara hingaði ekki lengra, tók úr síman og ringdi upp yfir, fór í 10 daga afeitrun og hættur. Aldrei verið betri? Aldrei verið betri. En hvað kostar Garðar á mánuði, þú sér það? Hann er 45.000 skall. 45.000 skall í stæðan fyrir 500.000 og aldrei litið betur út. En svo sá ég eitt í viðtali við í Dagblaðinu daginn,
að það var hérna kókaindílar sem kynnti fyrir Guði. Já. Ég hef alltaf haldið að þetta veri, að kókaindílar að vera slæmi félagskapur, en greinilega ekki. Já, spurning. Nei, þetta var gæði sem að tók til í sínu lífi líka. Já, hann var hættur að selja þeirra. Og ég datt inn á fund, góðan fund, svona 12-spora fund. Já. Og þar var hann að leiða fundinn. Já. Og það bara, ég aldrei sé manni líta svona vel út. Nei. Og hann bauð mér að leiða mig í gegnum svo kvöldu 12 spor. Og þá var ég fyrir þessar andlegu reynslu. Þú varst, við hittu þig í 70 mínútum í Ósæppi, þú varst Búdda, trú? Já. Hvað, var það bara eitthvað mókið þér? Já, ég var með svona svarta leppa sikur með eins og hestarnir skilji. Þú get ekki hort til hliðana, það voru bara beint fram. Já. En læriði mikið að því. Já. En nú varstu að gefa út disk sem heitir Tree of Life. Já, Lífsins tré. Lífsins tré. Og sér það á Kjölnum líka. Það er á íslensku líka þarna á Kjölnum og skoðar á Kjölinn. Já, Lífsins tré, þetta er þetta. En það hérna, sko, Herbert Guðmundsson er nú ekki oft verið að spila á FM 957, en við ætlum að gera breyting á því. Ég átti lag hérna sem heit I Believe in Love. I Believe in Love. Það var spilað á FM. Já, en það er svona uppbeat lag. Hvernig er nýja diskurinn? Ertu að leika þér í techno megamixunum? Nei, næsta plata sem við gerum, ég og strákurinn, verður dans techno-plata. Já, ok. Við erum búin að ákveða það. Já, kemur þú grjótharður hingað inn. Já, en ég er rosa stoltur af þessar vegna þess að þetta er sennilega með því vandara sem ég hef gert. Já. Það eru lög hérna sem ég náttúrulega heyrti svo Time og Rain og fleiri. Já. En hvað er svona, en við ætlum að spila hérna lagið I Wanna Know Why. I Wanna Know Why. Það er á hraðleið upp vinsældalistar einnar stórar útastöðar á Stóravíkursvæðinu. Já, ok. Glæsilegt. Já, það er aldrei viðnum að fara bara á lista hér. Hvað er svona uppáhaldslagið þitt með Heppa, Sóli? Það eru mörg, ég er náttúrulega rosalega hrifinn af Time þegar það kom. Og svo finnst mér líka hérna Treasure Hunt, alveg ótrúlega flott. Já, það er svona flott melodía í því og þú veist, hann er náttúrulega ótrúlega melodískur en ég vil kannski spyrja, er hérna sá stóri uppi, er hann að hjálpa þér í lagasmíðunum? Já, ég trúi því sko. Já, vegna þess að sko, þeir eru tveir sko, svo dökki og svo góði. Já. Og þið vitið það strákar að þessi öfl geta bara unnið í gegnum fólk. Já, einmitt. Við fengum frjálsan vilja, Guð gaf okkur frjálsan vilja, þannig að óunnurinn, hann getur unnið í gegnum fólk og Guð getur unnið í gegnum fólk. Svo bara spurning, hverjum hleypir þú að? Mikilvægt. Hleypa réttum að. En þess að þetta er andans heimur líka. Við erum hérna í líkama, við erum sál, við erum búum í líkama og við erum sál sem hefur anda. Já. Ertu búin að sjá Twilight myndirnar, Heppi? Nei. Við erum bara að fara að gefa með það, síminn hættir ekki, við gefum með það eftir, en hefur ekki að fá lagið hans Heppa og svo talar Herbert Guðmundsson við Herbert Guðmundsson. En auðvitað, það er eitt hérna, það er mjög gott lag á þessu fyrir stelpurnar og þá sem eru romantískir. Það heitir My Love. My Love. Já, sem ég samdi til fyrirverandi þegar ég lenti náttúrulega í skilnaði. Já. Ég var svo leiðilegur þegar ég hætti að drekka og dópa. Þú nefndi ekki að gera með þig lengur. Þú nefndi ekki að gera með mér. Og þá samdi ég lag sem heitir My Love, voða sterkt lag, er hérna á plötunni. Ok, en má ég spyrja þig hérna, fyrst við erum á þeim notur rétt áður fáum lagið, hérna, er kallinn á lausu eða? Já, sjálfsögðu. Já, í þessu formi, það verður ekki lengi, ég get lofað því, Heppi minn. Ok. Herru, fáum hérna eitt lag og svo ætlar Herbert Guðmundsson að tala við Herbert Guðmundsson, það verður skemmtilegt. Melodí í þessu, Heppi. Já, gaman að þessu, þetta er auðvitað. I wanna know why. Hvað, hérna, línan að það, kottum með hann aftur, hvað var það? Things you cannot buy. Kom hann aftur. Já, þú veist, sometimes I've seen some people cry over things that all their money could not buy. Some worthless things blind your eyes. We gotta search for things that are worthwhile. Hanna, þetta eru bara words to live by eins og maðurinn sagði. Þetta er svona 2007 hrunntexti sko aðeins. Já, pínu. En þetta er ríkilega skemmtilegur húkur í þessu. Og hvað, var Gulli Brím að það meira á trómunum? Já, og hérna Maggi, hérna, Steppi Magg á gítar. Ég ætla að stoppa það núna, Herbert. Ég ætla að fá að fara svolítið yfir þetta þegar ég viðtælinu. Já, ok. Hann kann þetta. Hlustendur, nú er það hérna, það er sem sagt Sóli Hólm og þetta er eitthvað sem ég er búin að bíða eftir í allan dag. Þetta er ein mín uppáls eftirherma hjá Sóla er einmitt Herbert. Þannig að nú skulum við bara fá að heyra Herbert tala við Herbert. Gerðu þið svo vel? Sko, mér finnst bara frábært að fá þig inn í þáttinn og bara takk kærlega fyrir að koma. En getur þú sagt mig, þetta er náttúrulega til hamingju með hana frábæra disk. Hverjir eru að spila með þessum disk? Bara landsliðið. Og hverjir eru það? Hverjir erum við að tala um? Við erum að tala um hérna Halla á bassa, Gulla Brím á trommur, Steppa Magg á gítar, Magg á Jóa í bakrættir og svo náttúrulega strákurinn minn á píanó.
Mér finnst þér svo mikið gleði og svo mikið líf í þessum textum. Hvaðan kemur þetta? Þetta er himnasending. Viltu meira þetta? Ég veist sko málega, heyrðu þess að þú tala við Herbert sem Herbert, þá róast hann alltaf og breytir röddinni. Það var eins og hann var að reyna að fokka þér eitthvað. Ég veit það. Það vill ekki fólk sjá þetta. Þetta er himnasending. Það var ekki, þetta er bara stórkostlegt. Hann vill ekki láta fólk heyra þetta, sko. Nei, en ég hérna... Jú. En er þetta satt sem að Sóli segði mig? Varst að láta hann taka þetta fyrir, hann var að taka þetta á tippinu fyrir daginn? Já, fyrir menn sem við mátt ekki hittust í sporthúsinu daginn, þá leistum við herma eftir fyrir einhverja fótboltagæði þarna og ég stóð bara eins og ég kom til í hennan heim. Það er rámt. Að herma eftir. Þá þurfti ég að segja frá þessu, ég teki vild sömu ræðuna. Það er einmitt það sem Herbert var að segja. Og svo sunguðu saman hérna... Já, Kallakvöld og Players. Já, Kallakvöldið, sko. Þetta er held ég upp á slæmið með þér hefði. Já, Time. Mér finnst það stórkostlegt. Herðu, sannur heiður að fá þig inn í spjall. Bara sömuleiðis. Og ég óskar allsins besta með hennan disk. Bara gaman að fá að vera hjá okkur. Já, við ætlum að fara hérna núna í stuttar auglýsingar áður við fáum Society með Eddie Vedder, svo ætlum við að gefa miða á Twilight forsýningu sem er heimsforsýning. Það er alltaf verið heimsforsýning á Íslandi, það er gaman að því. Já. Og svo erum við Ada og Ungfrú Ísland og netnauðgunin á Völu Grand, þannig ekki fara langt. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótunarvörurnar á markaðinum í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik þar sem vinningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 brettakalla, heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig ársbyrðir af Moosehead mótunarvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magazine drögum við út heppin einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Viltu vinna ferð fyrir 2 á enska boltan? Kauptu kókosmjúkis frá Kjörís eða Monster orkudrykki 1011. 1011, alltaf opið. Kafbátur mánaðarins á Subway er BMT, aðeins 399 krónur. Subway, alltaf fest. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnastræti og Bæjarlind Kópavogi. Ísland Opoli. Jólaspilið í ár er skemmtilegasta land í heimi. Ísland Opoli. Skemmtilegra Opoli. Komið í verslanir. Sena. Ofurtala, hvar ert þú? Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. FM 95 blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð á FM 957. Ég misti eintakið mitt af disknum hjá Herbert Guðmundssona því að hann var að fara að hlaupa yfir á Exit. Þeir eru að stela hérna gestum á okkur, Harmageddon. Honum er ekki teilætt honum Herberti, sko. Ég er búin að gefa mig disk. Ötti, ég þarf að fá disk. Ötti, lána mig diskin. Ég er að fara á Exit. Þannig ég misti bara diskin. En Herbert er sjálfsögur stórkostlegur og já, ég hef alltaf verið mikill aðdándans. Hann er hress og skemmtilegur sem kall. Já, hann er líka bara svo metnaðarfullur. Ég meina, þú veist, flestir láta sér duga bara semja eitt lag, þú veist, og gera svo ekkert meira, en hann er búinn að gera til dæmis bara 7-8 remix af Can't Walk Away til dæmis. Þetta sýnir bara hvað hann hefur mikið metnað fyrir hverju lagi. Ég var einhvers stættur á skemmtur hans sem hann tók sko Can't Walk Away ultra mega dans rhythm techno mixi. Já, ok. Þannig að þú getur ímyndað þér, það hefur verið kannski svona sjötta hljóðblandan að því lagi. Já. Það er hérna, mér finnst persónulega skemmtilegast þegar hann tekur inn í miður lagi
I just died in your arms tonight. Hann tekur það inn í Can't Walk Away. Já, nákvæmlega. Það eftir Mána Svavas held ég. Já, þarna hann að blanda tveim klassíkurum saman. Já. Herðu, það ennþá alveg 20 mínútur við gefum þess að miða. Þessi sími hérna nafnilega, ég þarf að ringja núna eftir út af við erum að fara í netnauðgunina. Ég og Sóli, þannig að það þarf að helst að ekki ringja inn núna. Þeir sem að ringja núna reyna að vinna með á Twilight þeir fá enga með, ég get lofa eitthvað því. Þýðir ekki neitt. Nei, herðu, það komið að já, ég þarf að búa til öll svona jingulinn, skilurðu. Mér vantar eins og núna á við bara ít og takka, þá kemur netnauðgunin. Já. Kannski eitthvað léttara stef fyrir það. Já. Að þetta svo rosalega þungt orð. Ok, áttu eitthvað fyrir mig hérna, að við erum að byrja á þessu. Og nú komið að netnauðgun. Eitthvað svona Já, það komið að netnauðgun. Þetta bara eitthvað sem ég mun nota, Sóli, og stela. Það hún Vala Grand sem að þessu sinni netnauðgunin og við googluðum hana og fórum á Facebooki hennar og hún nú ekki með Twitter, ég fann það allavega ekki. Og ég skal byrja bara hérna þetta núna síðan 27. október sem við erum að lesa. Og Vala Grand, ég hef alveg tekið eftir því gegnum tíðina. Hún hefur alltaf verið mjög dugleg á Facebook að láta sér heyra og hvað hún að gera og annað. Ófeimin. Ófeimin, en búin að vera rosalega lítið upp að síkastið og allir statusinu tengjast einhvern veginn. Hérna til dæmis, Vala Grand. Get ekki verið heppnari að eignast góðan mann, get ekki verið heppnari að eignast góðan mann og góðan tengda foreldrar sem elska mann eins og maður er. I feel so special now. Þetta náttúrulega ómetanlegt. Já, þarna þetta að byrja hjá henni 27. október. Já. Þá hann greinilega falling in love. Já. Og þetta náttúrulega bara, ég verð svo gladur að sjá þetta því að ég held að hún hafa svolítið þurft á þess að halda því það er búið að vera náttúrulega mikill svona æsingur í kringum hana. Já, hún og fyrrverandi, hvað heitir hann aftur þarna? Baldvin, þurfum ekki að tala hann er búinn að koma mjög illa fram. Já. Finnst mér á netinu. Hann náttúrulega búinn að vera bara með sitt búr fullt af apaskít. Já, þetta bara, mér finnst bara lélegt hvernig hann hefur verið einhvern veginn að draga hana niður einhvern veginn. Já, svolítið líka, hann vildi svona ride her lightning eins og hann sagði við mig ekkert um hann. Já, var það? Já, hann er að take hana bara. Já, take hana to stardom, sko. Já. Herru, næsti status hjá henni kom svo, þessi fannst mér skemmtilegur. Var að koma úr brunch baði með kallinum, kerti og alles á sunnudegi, svo þegar að mín kom upp úr, þá var bara strax sett mig í fitumæling. 3 spurningamerki, what's up with that? Já, ég spyr líka á móti, hvað er málið með það? Hvað var, ætli gerði kallinn eða? Var hann klár með klípuna sjálfur? Já, þegar hann kommentar hérna sko og segir, hún segir svo hérna í kommentarkerfinu að hún var 20% fitta. Já. Og hann skrifar hérna... Það er mjög fínt fyrir stelpu. Já, það er ekkert að því. Og hann hérna, Eyjólfur Svanur Kristinsson sem er maðurinn hennar, skrifar hey, still 80,7% fullkonum að það er verið að lemja mig núna, ha. Það er ekki alveg gaman hjá þeim og mér veist það, þú veist, þau eru náttúrulega líka nýbyrju saman, það var alltaf voða gaman. Já. Þannig að þú veist, og ég held að ég sá þau myndi í IKEA núna bara helgina. Já. Við vorum rosalega flott saman. Já, það er líka bara svo gaman þegar fólk finnur, þú veist, ást. Þetta er það. Já. Að ég allir skilið að elska og vera elskaðir. Á ég halda áfram með það og ég lesa nokkru viðbót, svo ætlum við að heyri í henni. Love yourself, you can love others, respect yourself, you can respect others, let time pass past you so you can welcome the future. Það er eitthvað sem segir mér að Vala Grand hafi stólið þessum status frá einhverjum öðrum því að það er ekki ein stafsetningavilla þarna. Þannig að það kemur ekkert óvart að þetta sé svona copy-paste hjá henni. Hann er náttúrulega allar á ensku, ég held að hann sé miklu sterkar í enskunni. Já, reyndar. Þannig að ég held að hann hafi skrifað þetta sjálf og þetta er líka bara, ég skilu hvert hún er að fara þarna. Já, nákvæmlega. Ég veit alveg hvað hann að tala um hann. Vilt þú taka næsta? Já, sko, það er annað, hann byrjar á ensku. Help me Lord, ég sakna kallinu mínum svo mikið, en ég er að taka League of Legends á þetta, with all this free time. Þannig er hún að spila L eins og hún er búin að vera svolítið dugleg við, skilst mér, undanfarið. Já, við komum inn á það í síntalunum eftir, hún gæti valla svara mér á hana því að það var að vera að drepa hann í einhverju leik. Já. Þannig hún er að spila svo tölvuna, herðu, svo við lokum þessu hérna, held ég sig í sambandi með, hérna, ég fann eitt status frá honum. Já. Þetta er semst Eyjólfur Svanur Kristinsson. The Lucky Guy. The Lucky Guy, hann er hérna með, ég held ég sig í sambandi við ofurkonunni. Með ofurkonunni og hún stalst út í gærkvöldi með dótturinn að versla jólakjólinn og í kvöld eftir mjög busy og skemmtilegan dag tekur hún sér til og klippi gaurana svona rétt fyrir svefnin. He. Loksamaði fann konin sem er álíka ofvirk og ég sjálfur. 3 broskallar. Þú ert best Vala Grand mín. Hann nota fullt nafn. Já, þetta er ást. Þetta er bara frábært og líka bara hvað hún er að
taka stjúpmóður hlutur ekki alvarlega? Já, við ætlum að ræða það við hana. Síðasti statusinn hérna, og þetta nýjasti statusinn hennar sem að sýnir líka bara hvers konar manneskja hún er. Ekki myndi ég vilja vera írenst eða koma frá þetta samfélag og vera 12 ára gömul og gifta 68 ára manni. Oj, samfélagsfræði rocks by the way. Gellan hugsar, wow, 68-year-old man, pop my cherry. Ahaha, oj. Já, þetta ádeila. Þetta ádeila hjá henni. Herðu, talandum að finna ást, þá fann Rihanna einhvern veginn ást á ólíklegum stað, eða hopeless place, og svo ætlum við að hringja hérna í Völugrand og ræða við hana þessa status. Og hvar hún fann sína ást? Var það einu hopeless place? Kannski. Það þetta ekki. They found love in a hopeless place. Ég komi með á línuna hana Völugrand. Ertu þarna, Vala? Hæ. Hæ, hvað segirðu? Allt er fína. Herru, þú lendir í smá netnauðgunni hjá okkur strákunum aðan. Really? Já. Ok, út með það, hvað voru að gera? Hvað, við vorum að lesa bara hérna statusina þinn á Facebook og svona. Já, ok. Ég er búin að vera ógæslega ódýrlega að setja eitthvað nýja status, þannig að búin að vera ógæslega upptekinn að spila awesome leik. Hvað awesome leik er það? League of Legends. Já, ok, ertu tölvulúði? Ég er ógæslega tölvulúði. Ég held ég sé bara, Er þetta bardaleikur eða? Já, þetta er svona með svona strategy-leiki. Ég nota þetta ekki mikið svona, ok, ég bara dett inn í þetta það. En er ekki líka ástin svolítið að taka frá því tíman? Herri, jú, veistu það, ég fæ mína tíma, skilu, það er fínt, þú veist, þetta er bara the perfect man. Já, ég náttúrulega... Þetta er það kallið, sko, af öllum kallið sem maður hefur verið með, sorry, en, þú veist, you know, maður þarf að hugsa svona, hugsaði bara þannig að þegar þú finnur það rétta og þú er búin að ganga í gegnum ógeðslega erfið hluti og ert það bara alltaf búin að vera kannski alltaf lagið, þú veist, kynnast fólki og eiga nokkuð kæðista, en pældi ég, hugsaði það bara allt, það tók allt þetta sem þú er búin að lenda í til að finna rétta makan. Já, það er nefnt málið, það er talað um að þurfa að kissa nokkur að ljóta froska áður en að prinsinn kemur. Já, þokkalega. Og það er með þess að segja það, Vala, að þú hefur nú farið lengra heldur en margir til þess að finna þinn maka. Það er ekki allir farið í gegnum þitt prósess til þess að finna ástina. Já, ég er að segja það er svona ekki bara út af því að finna ástina. Mér líka eftir vel, skilju. Já, ég veit að maður heyra á þér. Strákar, hún er bara einsás, skilju. Þetta er yngsta mannskjana, þú veist, come on. Já, ertu að tala um vinkonina þarna niðri? Já, ég er að segja það. Þú veist, hún er bara einsás, come on. Neðri hæðin er einsás hjá Völu. Já. En það er hérna... Hvað strákur vill það ekki? Ég meina, fashion og ég fór sleitla djók. En hvað segir, ég er svolítið forvitan að vita, hvar kynntustu þínum heittelskaða, Eyjólfi? Herðu, að ég segi þetta er ógslag fucked up, en ég skal segja það. Því ég var að koma heim frá Danmörku með fyrirvænda. Lá hann í runnanum. Og þá var ég að fara í ammæli. Og eftir að ég var í ammælinu, fór ég beint í N1 að taka bensín og hann var að kaupa pulsu og ég var að taka bensín og svo alltaf horfði á okkur öðrum og allt minni bara og þú veist, ég var svona að tjekka hann var að tjekka mig og bara eftir það, ok, fórum við, þú veist, ég fór heim til Keflavíkur. En varstu með fyrrverandi ennþá þá? Nei, ég var hægt, ég var að fljúga heim. Já, ok. Það maður þá ég lendi heim, þá var ég, þú veist, það hittist við hana kvöldu þegar ég var búin í þessu ammæli á bensinstöð. Ég ætti að vera búin til N1 auðlýsing, það allir hittast. Já, það notaður N1 nappið þegar náður í henni, eða? Þokkalega, pulsurnar og bensínu og það var bara ekki N1 í Hafnarfirði staðurinn til að hittast. Já, það er líka gaman að þið fengu þarna sikkur á pulsuna. Já, ok, nei, ég fæk ekki pulsi, skilur, my pulsa got cut off, þannig, nei, ok. Hvað hérna, en núna verður samt að velta fyrir maður, þú varst að segja, hérna, maður fattar að þú ert komin eina sanna, eins og Eyjólfur núna er væntanlega hjá þér. Heldur maður það samt ekki alltaf þegar maður er ástfangin, hélst þú ekki að Baldur væri svo eini? Nei, vissi það. Þegar þú varst í Íslandi í dag, þá varstu mjög ástfangin af Baldri. Baldvin. Ég held virkilega að það væri, já, Baldvin, Gleymum honum. Já, nákvæmlega. Just let's not go there. Illa þreytur, Nei, ég er bara að segja, skilur, mann heldur alltaf, það er hendur rétt hjá þér. En þú veist, þessi tilfinning með hennu manni, þú veist, ef ég er ekki með hann hjá mér, þá er ég bara gett svona, ég er lost. Ég fattu hvað með, já, ég fattu hvað með. Og svo pluss það, við hugsum gett svona eins. Eru það að klára setningarna eða hvort öðru og svona? Já, það er aldrei skerið mér og Baldvinni. Og mér er Nikolai. Það er æðislegt. Það er frábært. Ég klára og stundum hugsa ég og þá segir hann það upphátt til sem ég var að hugsa. Það er fucked up. Það er ótrúlega. Og svo er það öðru. Það er rosalega. En svo náttúrulega, þú ert náttúrulega líka í nýju hlutverki sem stjúpmóðir. Hvernig er það? Er það ekki yndislegt?
Það æðislega, sko, þú veist, að krakkarnir, þú veist, I am telling you, það bara, ég get aldrei átt barn, skilur þið. Nei. En þetta var bara plús. Já, það er fallegt, það er gaman að heyra hana. Ég er bara ekki að segja, skilur þetta sé eitthvað, þú veist, bara út af því hann á börni eitthvað. Nei. Fullkomin gæinn og ég er akkurat að skrifa reykjar hérna fullkomna fjölskylduna. Já, ok. Er eitthvað til fullkomin fjölskylda, eitthvað sem heitir fullkomin? Er þetta ekki bara hvort maður sé sáttur með líf og hvort maður er sáttur? Akkur sem stöðinu, hversu það er? Það er ég haldið. Menn eru oft, það eru engin fjölskylda fullkomin. Nei, ég meina, ég get alveg sagt það að Daninn var æðislega og allt það, en það var svo mikið svona, mér fannst bara eins og ég væri í sambandi við Veskjans, þetta var svona allt þetta hitt. Það varst bara í sambandi við Veskjans? Hann var að gefa það BMF og eitthvað, það ekki? Jú, mér fannst það alltaf bara, nei, þú veist, og svo fóru fjölmiðlar að segja eitthvað, ok, en þú veist, ég man ekki hvað þetta var á pressinu einhver tíma, þá bara þetta ég gaf aldrei völu bílinn og blá, veist, einhver reynilega miskilinn þarna út af því ég ringdi alveg í hann og spurði frá skrifstofnum, varst að tala við ykkur íslenskan fjölmiðlum og þá var eitthvað, nei. En svo ég farin að... Það er ekki virka. Já, nákvæmlega. Það er líka svo, þú náttúrulega, þetta eru fínir strákar náttúrulega, það er náttúrulega óþarf að vera að rakka þá niður, Baldvin og Nikolai. Nei, ég er ekki að rakka það niður, ég er ekki að rakka það niður. Nei, ég er að segja það sko, við erum ekkert að því. Nei, við erum ekkert að því. Nei, en það er bara, það jafnast enginn á Eyjólf. Nei, En eru hérna... Svo eru tengdafóreldrarnir góðir eða ekki? Tengdafóreldrarnir, eru þeir ekki alveg draumur? Tengdamamma er bara awesome. Já, maður spyrja einu hérna, ertu eitthvað í sambandi við Baldvin? Nei. En veistu hvort að hann sé búin að kynast ástinni líka? I don't know. Nei, það skiptið ekkert máli. Þeir eru bara farin í sikkur áttina. Já, bara sikkur áttina, sikkur í lífi. Þeir náttúrulega komið saman sem sprengja á sínum tíma, þess að maður velti stundu fyrir sig hvað hann sé að gera líka. Já. En ég bara mann svona með hugsi segir bara núna, þú veist, mann er ekkert að pæla í því. Nei, það er ekki hægt. En ég hef pælt í því einu, þetta þarf greinlega það ekki svolítið, Eyjólfur er greinlega svolítið sterkur karakter það ekki, því að hann er rosalega mikil athygli sem að þú ert að fá og það er sterkan karakter til að þola þetta allt. Já, vissi það, þú veist, með þess að hann tekur eftir hluti sem ég tek ekki eftir í, hann er ekki að vala, þú veist, fólk er að horfa á þig, þú veist, gett mikið og þú veist, ég bara, fólk horfir á þig að vala. Er þetta ekki... Ég lappa inn á okkur stað, það skiptir engum máli, þá heyri ég alltaf, eins og hann segir alltaf við mig, vala ég hef aldrei, þetta er nýtt fyrir mig, ég er alltaf að heyra, Vala Grand, svo lappa, ég veit ekki hvað Íslendingar eru svona, þau eru bara að geta það, Vala Grand, og lappa það bara, halda áfram. Ég er bara með eitt orð sem skýrir þetta, er það ekki bara öfundsýki? Ég veit það ekki, ég vissi ekki við hvað, það var svona öfinsýkur, skilur við. Já, ég minna bara að þú ert að fá athygli og svona vinsæl. Þegar ég sá Arnar Grant daginn í Smáralindinu og kom hún Hakup eða eitthvað, það var ekki Arnar Grant, það er bara blessaður og Já, þetta er bara öfund, ekkert annað. Ég minna, ég sé öruglega partur af þessi öfundsýki, get ég ímyndað mér, bara út af athygli og öllu þessu. En mann er svona pæli, mann er svona ekkert búin að vera að reyna að fá þessu athygli. Nei, síðasta sem þú ert ekki athyglisjúk. Málið er bara það, þú veist, fólk fattar það nefnilega ekkert. Nei, halda þeim, hún er svona, nei, það er bara, þú veist, ég er að segja, það er sem blöðin græða. Ég veit það, fólk það bara fatta það að þú ert bara þú sjálf. Það er bara að vera að selja blöð, það er bara svona, og þú lendir bara í því. Herðu, Skvísa, það var virkilega gaman að heyri þér. Þú varst þess að netnauðgun þessara viku og... Já, þú tröflaði mig, sko. Ég tapaði bara út af því þú ert að hringja. Taparu? Já. Í leiknuðunum? League of Legends, eða hvað heitir? Taktu nú þessan tölvuleik og pakka hana saman og fara að gera eitthvað. Akkur ferði ekki út að lappa með börninu eða eitthvað. Verði ekki að hangi í tölvuleik allan daginn og þú orðin 2 barna móðir. 4 barna? Eller 4 barna. Já, hvað heldur þú geta bara verið að hangandi heima hjá einhverjum tölvuleik? Farðu nú að búðu krakkan eða eitthvað? Það er ábyrgð. Róleg, sko, ég með í láni 4 daga að það er með máni, come on. En það er virkilega, það er gaman að heyri þér og mjög gaman að, ég vona að þetta gangi vel, þetta nýja ástarsamband og þetta sitt í frambúðar, því þetta er... Það vonandi líka, maður veit þetta aldrei í framtíðan. Nei. Þú virkar hamingjusöm allavega. Ég er fucking hamingjusöm, hell yeah! Hell yeah! Það er gaman að heyri þér, ég bara heilsa Eyjólfi og til hamingjum eins á samalið. Bye! Þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Kallmenn eiga svolítið það er að vera í púl við félagin. Það þarf að hægra. Það er svolítið. Fyndið, konur einhvern veginn skiljið ekki, það var svona, aldrei myndi ég verið inn á klófin á mér eitthvað. Það er algjört láma samt að fara í sturtu einu svona dag, ha? Já, það er svolítið. Það er algjörlega. Sko, ef amma verið á Twitter, þá held ég að hún myndi bara tísta rúsínur. Á vel við rúsínur. Magasín.
Alla virka mótna á FM 957. Vertu BYR-námsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Afmælistilboð 10-11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla spagetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10-11, opið í 20 ár. Stundum vildi ég að ég væri bara spjaldtölva. Grannur, eftirsóttur, vel upplýstur og alltaf einhver til í að nutta mann. Nuttaðu 1414 appið hvar og hvenar sem er. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Samfilm kynir. Frá leikstjórunum Michael Bay kemur ein flottasta mynd ársins. Transformers 3, Dark of the Moon. Komin á DVD og Blu-ray. Fyrri myndirnar einnig fáanlegar. 11 tegundir af ís og lél. Ísbúðin, Háletisbraut. Bifreiðaskoðun? Já. Nei, veistu, ég varð að fresta þessu. Það var alþjóðlegt rally á Sæbrautinu og síðan var Ekki koma með afsakanir. Komdu bara með bílinn í skoðun og þú getur unnið 200 lítra af eldsneyti. Við drögum 2 í mánuði. Aðalskoðun. Dekkjahöllin með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Forever 21 er á outfit.is. Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Ísland Opoli. Borðspilið sem fer með í ferðalag Ísland. Ísland Opoli. Skemmtilegra Opoli. Komið í verslanir. Sena. Mundu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret. Poppið í bláakossunum. Lola rýmir fyrir nýjum vörum. Þú fyllir póka fötum og borgar fast verð. Stór póki á 7.000 kall og lítill á 5.000 kall. Komdu og gerðu fáraleg kaup aðeins í nokkra daga. Lola, vintage fataverslun, Laugavegi 55. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Komið að einhverju sem að ég hef, eins og ég sagði hann, ég hef aldrei orðið vitnaður eins. Síminn stoppar ekki út af þessum miðum. Það er hringt allar sólarhringinn. Já, og þetta er líka, ég er að láta svona draum rætast. Ég mér lengi dreymt að fá að taka svona símtöl. FM, góðan dag. Já. Varst þú langaði að koma í bíó með mér? Þannig að ég hlakka mikið til að þið opnum fyrir símann. Þannig að þú ert basically núna bara að fara að taka hressa símamannin. Hressa símamannin, halda áfram með það. Ok, þá máttu líka, núna sem sagt, ég þarf ekki eins og að segja þetta, það er allar línur uppteknar. Þú mátt líka ef þú ætlar að gefa með það, fáðu smá background á þau og svona. Leiktu þér hans með hlustendur, Sóli. Akkurat. Ertu tilbúin, ertu komin í karakter? Já, ég er hræddur um það, við erum að gefa hérna með á Twilight, nýjustu myndina. Já. Og við opnum fyrir símann. Þá er það hérna, má heyra. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað heitir maðurinn? Herðu, er ég að fá með það? Hvað heitir þú? Ljúft, má ég setja það á nafni á konunum minni? Endilega, gefa aðeins að trýta konuna. Já, nákvæmlega, herðu, Sara Ósk Halldórs. Hvað segirðu, Sara? Ósk Halldórs. Sara Ósk Halldórs, hún er heldur betur heppin maður. Já. Hefur náð sér rétta manning greinilega? Já, nákvæmlega. Herðu, það sem ég þarf að fá fyrstu 6 í kennintölunni hjá henni. Já, það er 120687. 120687.
Fyrstu 6, það grjótar lína. Herri, það fyrstu 6. Fyrstu 6, herðu, og hvað, 87 og fættir og þú fættir hvinna, 57 það? Rólur. En ég maður aðeins að grilla, er bannað að grilla mánundum með það? Já, nei, það er í góðu. Það er ekkert í neðalögunum með það? Nei, bara sprækir. Jú, heldur betur, heyrðu það sem að hún þarf að gera hún Sara Ósk, hún þarf að sækja með hann enga til mín fyrir klukkan 3 á miðvikudaginn. Ok. Það er bara að renna við í Skaftahlíðina og hóra miðarnir bara hennar. Yes, herru, það er frábært. Tveir miðar. Ég er að spá, ég hef verið að heyra 2 mismunandi sýningatíma, annars vegar miðvikudaginn og hitt á 50daginn, hvort er rétt? Þetta er á miðvikudagurinn? Það er á miðvikudaginn. Já, við látum ekki konuna bíða fram á 50dag, maður. Nei, ok. Þetta er 16. nóvember klukkan 8. 16. nóvember klukkan 8, herru, ok, það er bara miðvikudaginn. Það er bara þannig. Herru, ok, það er bara staðfest. Herru, bara til hamingju með konuna þína og sjálfan þig. Herru, takk æðislega fyrir þetta. Og 2 miðagalli. Takk fyrir. Ok, takk. Later. Á, bæ. Herru, ég verð að gefa þér það. Þetta er, þú ert með rosalega símamanna niður. Já, takk fyrir. Viltu prófa hann aftur það? Endilega. Já, leiktu þér hérna. Þetta er næsta, leiktu þér hans með þetta. Já, ætlum að fá annan hlustandi í loftið. FN, góðan dag. Já, góðan daginn. Hvað segirðu gott í dag? Ég segi fínt. Hversu lengi ertu búin að bíða eftir þessari myndi eiginlega? Ég er búin að bíða mjög lengi bara frá því að hinn var búin í bíó, sko. Já, er það ekki? Hvað er eiginlega málið með hennan Robert Pattinson? Hvað sjáu þið við hann? Hann er bara ótrúlega fallegur. Já, er það ekki? Svo er þetta ekki líka eitthvað svona karakter þessi gæi sem að er ekkert mjög algengur? Jú. Þessi típa? Jú. Já. En hvað segirðu, hvað heitir þú? Ég heitir Hrafnhildur. Hrafnhildur, og hvað stóttir ertu? Guðjónsdóttir. Ok, og hvað? Og ætlar að taka ykkur á vinkonu með þér, eða? Já, ég ætla bara að halda upp á ammálum mitt, ég á ammálum miðvikudaginn. Nú, frábært til hamingjum það. Hvað eru gömul? Ég er 16. 16, það heldur betur flottu tími til að fagna maður. Já. Ári bílpróf og Twilight í gangi maður. Já. Ef að ræða það eitthvað? Nei. Nei. Þurfum ekkert að gera það held ég. Herðu, það sem ég er að fá það eru fyrstu 6 í kennitölu. Það er 1611. 1611. Og 95. 1611, 95. Hún er ekkert bönnuð þessi myndi það? Allan ekki innan 18, sko. Nei, hvað heldur þessi bann? Nei. Þetta er eina liðið sem fer á þessa mynd, það eru krakkarnir maður. Já, nákvæmlega. Herðu, Hrafnhildur, þú bara kemur hingað til mín í Skaftahlíðina á miðvikudaginn fyrir klukkan 3 og háður miðarnir þínir. En ef þú mætir ekki, þá gef ég einhverjum öðrum þá. Ekki séns, nei. Ekki séns. Herðu, þá bara farið. Til hamingjum ammalið, þá bara henda sér í strætó í Skaftahlíðina. Ok. Glæsilegt, takk fyrir og góð skemmtun. Já, takk. Flottu. Já, eitthvað fallið til það, hún skildir inn að þetta. Já, það er ammali. Mjög gaman. Já. Mjög gaman. Ég var að spá í hérna, ég ætla að gefa 2 miða í viðbót. Já. Svo er þetta búið, þá getur fólk hægt að ringja eftir síðustu 2 miðandi sem ég gefi í dag á Twilight forsýninguna. Já. 595. Halló. Já, góðan dag. Hvað segir þá? Bara fínt. Það ekki? Er draumurinn að rætast núna? Fyrir vinkunum mína held ég. Það segja þetta allar. Já. Ert þú ekki aðdáðandi í Twilight eða? Jú, smá. Já, en þú ert kannski ekkert að missa þessu eins og flesta stelpur eru að gera. Nei. Nei, mitt. Finnst alveg skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Hvernig finnst þér Pattinson? Mér finnst hann alveg ágættur. Já, ekki þín típa eða? Nei. Hver er svona heitastur í Hollywood? Ekki fyrir mér. Nei, hver er heitastur að þínum mati? Já, hver er? Ég bara veit það ekki. Nei, þeir eru svo margir. Það er nóg að svo lið, nákvæmlega. Það erum að gera bara. Ekki það að vera að velta því. Algjörlega. Herðu, hvað segir þú? Ætlarðu með vinkonuðinni eða? Já. Flott. Og hvað heitir þú? Ég heiti Alba. Alba? Jessica Alba eða? Nei, bara Alba. Ok. Þetta er ekki algjörn nafn? Nei. Ertu einn á landinu eða? Ég held að það séu bara nokkra á landinu. Ok, frá hvað stóttir þú? Ég er Alba Indiana Ásgeirsdóttir. Það er skemmtilegt, þú ert nú með 9 í fótbolta. Alba 9. Já. Ásgeirsdóttir segir þú? Gaman að þessu. Já. Herðu, þá þarf ég að fá að gilda á sömu reglum þjóðara. Ég þarf að fá fyrstu 6. Hæ? Ég þarf að fá fyrstu 6 í kennitölu. Fyrstu 6, 26, 11, 97. 11, 97, það er eins hvort að myndi sig ekki bönnuð maður. Herðu, ég segi bara góða skemmtun og þú ætti að vera búin að sækja þetta tilminninga í Skaftahlíðina fyrir klukkan 3 á miðvikudaginn. Já, ok. Og flott góða skemmtun til hamingju. Er ekki hægt að sækja morgun? Jú. Endilega, bara betra. Já. Flott Glæsilegt, góða skemmtun. Bye. Þetta er svaða karakter að það hefur. Já, takk. Það er eins og sitt búin að stúdira hann. Já, samt ekki æfan. Ég er búin að hlusta mikið náttúrulega.
Mér finnst mjög fallegt þetta fyrstu 6. Já, fyrstu 6. Það er svona, þú veist, það er svona fyrst mér vera bara basic. Mér finnst það vanta svolítið í dag. Já. Menn er ekki mikið að rukka fyrstu 6. Nei, nákvæmlega. Hörru, það er bara að fá fyrstu 6 hjá þér og þá getur þú bara sótt á tíminn í skjálftaliðina. Já, en þá erum við búinir að gefa miðana í dag, þannig að þið getið hægt að hringja. Við ætlum að fá hérna eitt með Evanescence, Bring Me To Life, og svo er hérna stutt Atomkrú Ísland hérna rétt handa vodnið, þannig ekki vera langt. Já, FM 95 blöð með ykkur á þessum mánudegi. Er mánudagur í þess, Óli? Já, ég er náttúrulega með það mikið jafnað að gera. Ég er eiginlega fínn bara alla vikuna, sko. Já, þú farið ekkert eitthvað tungan mánudag? Nei. Róleg helgi hjá þér? Já, maður er bara Þú ert alveg hægt að skemmta, er það ekki? Já, ég er alltaf að skemmta öðru fólki, sko. Já. Þannig að, maður er bara, ég er mjög rólegur í drykkjulátum. Já, nákvæmlega, þá er mánudagurinn fínni fyrir vikið. Já, akkurat. Þannig að ég hef átt góða mánudag bara í mörg ár, sko. Hvað er svona típiskur mánudagur hjá þér? Ég er náttúrulega fjölskyldumaður. Já. Þannig að ég vaknaði í morgun klukkan 7 og kom þá sinni mínum í skólan, leikskólan, og svo fór ég í bootcamp. Já, ok, ert í því? Já, ég er í því. Já. Aðeins að hrista mér. Já, þú ert að bodybuilder. Já. Ég er í vaxtarækt. Og mikið náhuga á því. Já. Þetta er bara lífstíl. En talandi ræktina, ég fór daginn í ræktina og kom svo fór í styrtur á búinn sem var nú ekki frásögnu færandi. Hitti Matta Mattar. Já, í styrtunni? Já. Sko hann sagði mig? Nei. Öddi, djöfisins titlinga! Ég var með þetta því þú sagðist ekki að hitta áttur á föstudaginn. Ég var með þetta fyrir Egil á föstudaginn. Ég var að fá að spila þetta aftur. Þannig að ekki Matta til þess að öskra djöfisins titlingur. Það þarf ekki meira til þess að gleðja mig. Mér fannst þetta stórkostlegt að hann gerði þetta. Já. En ég sagði það á hann, við ætlum að spila stutta. Ég pínur hættur við þetta því að ég gruna hún hafi vitað þetta, en ég held hún sé bara það almennilega, hún þorði ekki að segja mér. Ég hringdi semst í Sigrún Evu því að hún var gestur hjá okkur á 5. hjá mér og Hjöppa. Já, hún fyrir að fá nálgunarbannaði örugglega. Já, ætli það ekki. Og þar sagði ég við hann að við ætlum að gefa blind stefnumót með henni. Já. Og var að stríðin á því og eitthvað svona. Þannig ég hringdi fyrr í dag og þóttist fyrir að rukka það stefnumót sem ungur drengur. Við skulum fá að heyra þetta eins. Ok. Halló. Já, halló, er þetta Sigrún Eva? Já, þetta er hún. Já, hæ, þetta er Ásgeir hérna. Hver segir þið? Hver er þetta? Þetta er Ásgeir Örn. Ásgeir Örn, hvað? Já, þetta er varandi stefnumóti á miðvikudaginn, þarna Breaking Dawn. Hvað stefnumót? Ég vann þarna hjá FM 95 blöð stefnumót við þig. Já, nei, það var bara, þeir voru bara að grínast í þér, sko. Þetta var ekkert eitthvað, þeir voru bara að grínast í þér. Ég hringdi inn og þeir sögðu að við værum að fara saman á nýju Twilight-myndina. Já, nei, það var bara, þeir voru bara að grínast, sko. Þetta var bara svona djókjæðin, þeir voru ekkert að mynda. Þeir létu mig hafa númerið þitt. Já, ég veit ekkert, sko, þeir voru bara eitthvað að djóki þér, því að Láka þér ekki ég samþykti þetta hér. En láka þér ekki að sjá þessa mynd? Nei. Nýju Twilight? Nei, ekki, ég er ekki Twilight fan. Þannig að... Ok. Er þá bara verið að stríða mér? Já, því miður. Bara ég byrst fyrir að gera þessu. En viltu kannski koma og fá þér eitthvað að borða með mér? Nei, ég veit ekkert hvað þú ert, þannig að... Ég er Ásgeir Örn, þú getur farið inn á Facebook og séð mig. Já, nei takk. Takk samt. En við getum gert þetta, ertu ekki á Akranesi? Jú, ég er á Akranesi. Við getum gert þetta bara þar, ég get komið þangað, ég er með bílpróf. Nei, þú þarft þess ekki, þetta er alltaf læg. Ok, þannig að það var bara að vera að stríða mér að því ég er þroska eftir. Nei, alls ekki. Ég veist þetta ekki fyndið. Nei, ég bara fyrirgefði, þeir voru bara eitthvað að grínast. Í mér? Já, og í mér líka, þannig að... Ok, en okkur fyrir þú ekki bara í bíó og hlægjum að þessu? Nei, Þú ert eftir vond, segir hún. Hættu! Ég veit það ekki. Hún dettur út af það, sko. Ég talaði þess að við hann og hún grunnaði allan tíma að þetta væri ég, sko. Já, en þorði ekki að taka sér sjansinn einhvern veginn á því? Nei, hún var eitthvað gestur hjá okkur á 5. og hún er voða indæl, svona ung stúlka, þannig að ég held hún að ef við... Ekki kunna við það? Nei, ég hef oft gert það, sko, mér leið svona eins og vissi það. Já, sko, Hemmi Gunn hringdi mig í dag. Já. Og þóttist þér ykkur annar. Vá, þetta er dýr saga. Já, og hann ringir í mig á skallin, heyrir í mér. Alltaf mánutöfum. Gá hvernig hljóðið er í mér eftir helgina. Og hann þóttist vera einhver ófegur sem var að bóka mig. Og ég hugsaði svona, er þetta Hemmi Gunn? En maður segir ekki við eitthvað sem ringir í því, þegiðu maður, þetta er Hemmi Gunn. Þannig að ég gata ekki, en mér grunaði það, en
þú veist. Já, það er komið verð út fyrir mig líka. Ef ég var að hringja í 18 ára stúlku sem ung frá Ísland, hún bara strax bara, ég veit þið, bara, já, ég skal hætta. Það er strax betra ef að Hemmi Gunn sem að bæta. Já, ég veit það. En ef hún hefði sagt Hemmi Gunn við þig, það hefði verið svolítið spes. Já, þá hefði þetta orðið creepy. Hemmi, hættu. Þá hefði þetta að láta Hemma fram með heyra það. Hemmi, nú hættu þessu. Herðu, já, en allavega, ég ákvað hún að spila þetta, því ég held, sko, svona seinni partí, ég held hún hafi bara ekki þórað að segja að ég veit ég hættu þessu. Þeim oft vandræðalegt, sko. Já, já. En hún sem sagt ekki á leiðinu neitt blind stefnumót. Mér finnst, væri það ekki skemmtilegu dagskrárliður? Ég að spá að taka einn daginn hérna. Við þurfum að tala bara þessu upp á að hjöpa á strákana. Ég get ekki gert það með Agli, af því að hann er ruglaður. Ég væri til að vera það sem ég bara koma fólki saman á stefnumót. Alltaf, hvernig væri það einu sinni í viku? Mannsmækjar bara? Já, einu sinni og tveggja gegn fresti, getur unnið date með celebi. Já. Er það ekki gaman? Já. Hverjir eru á markanum að þessum frægu? Bergmanninn, Sverrir. Þið tveir, já. Hann er á lausum. Þú getur unnið stefnumót með, þetta er þetta góð spurning. Já, það er nefnilega málið, sko. Þetta er allt frátekið, maður. Já, er ekki Kámaðurinn á lausu? Jú, svo er Ásgeir Kolbeins á lausu. Kolfæðurinn. Er það? Já, maður veit aldrei með hann. Nei. Það er nú bara eins og að spyrja. Það er alltaf. Það verður rigning á morgun, ég veit það ekki. Hann er kannski í saman dag á morgun, maður veit það ekki. Sko. Hérna, já, þetta er enda góð pæling hér. Ég skulle að hugsa þetta aðeins betur. Já. Það er svo fára lausum. Já, hann get ekki lifað lengi þessi liður, held ég. Nei. Ekki nema alltaf sami gæinn. Bergmann bara í hverju viku, tekur lagið og fyrir á date. Þetta er góð hugmynd. Ég ætla að hugsa þetta, en við skulum fá hérna smá lag með Adele. Staðdánda hennar? Já, ég er það, en mér skilst hún er nú eitthvað ekki að höndla fræðina, víst. Mikið pressa á henni. Já, hún kann að syngja, stelpan. Hún kann að syngja, hún var í aðgerð í röddinni, þannig að það getur verið að þetta sé farið. Skór.is, netverslun og FM 957 ætla að bjóða þér að skóaðu upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér eitt skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar. Farðu inn á Facebook síðu FM 957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. Þeir heppni hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópar fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur. Dregið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM 957 og skór.is netverslun. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Leifum nú útvarpinu aðeins að slaka á og látum nokkra ljúfa gömbutóna líða viðtækið. Það á það svo sannarlega skilið eftir allar þessar fréttir og pop-músík. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. 2.350.000. Þið viti hvað ég á við. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Gamli jarðaberaísinn er kominn. Ísbúðin, Háaleitisbraut. FM 95 Blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredia.is. Þetta er stórkostlega lag Foster the People. Ekki þetta lag áður. Ekki heldur. Nei, kannski ástæði fyrir því, en það styttist nú bara í lokinni hjá okkur, Sóli. Þú ert búinn að leysa hann hérna Björn Braga Hólmi, hann er staddur í Danmörku að taka upp fyrir týndu kynslóðina. Já. Hann og Nilli og og Þórun Antoni eru þar núna. Öll bara í gírnum. Já, þannig að hann verður mættur hérna næsta mánudag og Sveppurinn er náttúrulega á leiðinni til minn hérna morgun að verða auðvitað Sveppi á þriðjudum. Hvernig ertu búinn að fíla það? Veistu það, þetta er bara... Já, ég grunaði ekki að ég myndi fíla þetta svona vel, sko, en reyndar er ég náttúrulega fættur til að vera hérna út af nafni mitt, ég er með rosalegt FM-nafn. Já, ég var það spáðið, já. Þetta er mjög FM-vænt nafn. Það er bara þetta að kalla það Sólinn, Hólmarinn. Já, Hólmarinn, já, svo er þetta að vinna endalaust með þetta, sko. Já. Þannig að, þú veist, eins og Svali þurfti náttúrulega að breyta sínu, eða hann heitir Sigvaldi, sko. Já. Þú veist, hann þurfti að búa til nafn. En ég þarf þess ekki. Nei, ég reyndar þurfti að breyta, notar náttúrulega bara blöð. Já. Þú ert náttúrulega samt að vinna með, sko, ég náttúrulega heiti ekki Sóli, ég heiti Sólmundur, þannig að þú veist, þannig að maður er svona, en þetta er samt grunnelement, sko, sem maður er að nota. En þetta er bara mjög gaman og sérstaklega, sko, maður áttar sig á því hversu miklir fagmennir eru því að tala á þessum hraða og í langan tíma, segja og sko, mjög mikilvæga hluti, þeir að tala mjög mikilvæga hluti, yfirleitt, þannig að þú veist, og þetta er mjög erfitt. Ég veit að það er líka... Og ég ber miklu meira virðingu fyrir útvarpsmönnum af FM en ég gerði. Já, þetta er líka eins og ég og Hjöppi vorum að ræða en daginn, sko, þetta eru menn, það er kannski nýbúið að falla á því lán
Já. Skilurðu, þú skrifar upp á einhver fyrir pappaðinn og fær það allt í fésið. Og svo áttu bara að vera mættur hérna að segja hvað klukkan ég geði eitthvað fíling og bara tala um eitthvað rúlinga Twilight. Já, bara pabbi, býtti þér að taka kynningu? Já, þetta með ykkur hérna var að tala við pappa minn, það var nú meira vestilin fyrir mjög gett í það, en þannig að þessi menn alltaf hressir. Ég veit að þetta nefnilega, þú veist, hruni komalega á þeim líka. Já, akkurat. Það máli, þeir voru með erlend lán og allt, einhverjir örugglega. Getur þú ímyndar að vera með erlend lán og allt upp í maxi og þurfa að kynna inn hérna hressleika klukkan 2 á miðvikudegi? Já, og gefa bíó miða með þér. En það hafa þessi menn hækkað jáliti hjá okkur öllum, en Sólið það er búið að vera sannur heiður að hafa þið hérna og þakka þér kjallaði fyrir aðstöðina. Við heyrumst aftur á morgun í F9 klukkan 4, þá verður sveppurinn svo ég sagði að hann mættur og það verður mikið fjör. Við ætlum að tjekka aftur á mömmu og hitaklefin verður á sínum stað og svepp ætlar að fara og gefa Twilight með hann nýr á Hlem. Lítur að finna eitthvað skemmtilegt lið þar, þannig endilega tjúnið inn á morgun klukkan 4. Ég ætla að enda þetta á eina af mínu uppáhaldslögum sem ég búinn að spila ansi oft hérna. Skulum fá 99 Problems. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 90... Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Kallmenn eiga svolítið það er að vera í púl við félagann. Það þarf að hafa það. Það er svolítið. Fyndið, konur einhvern veginn skiljið ekki. Það var svona, aldrei myndi ég verið inn á klófin á mér eitthvað. Það er algjört láma samt að fara í sturtu einu svona dag, ha? Það er svolítið. Það er algjörlega. Sko, ef amma verið á Twitter, þá held ég að hún myndi bara tísta rúsínur. Á vel við rúsínur. Magasín. Alla virkamótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Bátur mánaðarins á Subway er alltaf ódýrastur. Subway. Nóvember tilboð í 10.11. Við erum í afmælisskapi og bjóðum ótrúleg verð á fjölmörgum vörum. 10.11, opið í 20 ár. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Mörg þúsund vörur frá Forever 21 á frábæru verði. Outfit.is. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnarstræti og Bæjarlind Kópavogi. Tónlist á FM